Heyrðu, Alkast þvottahússins í boði Betri dagar, Andri Æsland og farguvan.is. Ég mun lesa upp nokkuð vervalin orð hérna í lok þáttarins sem að útlista þeirri þjónustu og þeim vörum sem þessi diggu bakhjarlar þvottahússins eða Alkastsins hafa upp á að bjóða. Gestir Alkastsins í kvöld eru engin önnur en bóndahjónin og nútistarnir Sigmar Örn Aðarsteinsson og Sandra Dís Sigurðardóttir. Velkomin. Takk fyrir. Þið eru alklædd í kvöld. Já, það er aðeins kalt úti núna. Já, við vorum samt nú nakin í 1,5 tíma úti á hann. Þið voru nakin 1,5 tíma utan dyr á hann. Já. Og hvað stóð til? Myndataka. Það var svo sagt Simon, ég veit nú ekki hvað þjóðirna hann er frá. En hann svo sagt kemur og tekur myndir svona tekur hópamyndir af nöktu fólki. Úti í náttúrunni. Úti í náttúrunni. En þetta er bara svona eitthvað svona listrænt. Þetta er ekki klámfengið. Nei, ekki neitt svoleiðis, bara listrænt. Eru þið þá búin að vera með einhverjum hóp af fólki? Já. Er þetta hópurinn sem er að mæta í gussuna? Hlutaði, já. Já, við kynnumst þarna, var ég búin að segja það, ég kynnist þessum nútista hóp sem sagt í farguðinni. Já. Ég hef einhvern veginn álpast þar inn og kynnist þarna þessu fólki. Þú fara að reyna að draga mig í blak og jóka og allt mögulegt og það er ekki alveg að kveiki í mér en alveg ótrúlega skemmtilegur hópur sem ég er búin að fá að kynnast þarna. Og ég er búin að vera að leitast eftir því að reyna að skilja sko hvað það er sem drífur ykkur áfram í þessu öllu saman. Og er að vonast þess að fá kannski eitthvað svör við því hérna í kvöld. Og kannski, og byrja á því, númer 1, hvað er að vera nútisti? Hvað er þetta stór hópur á Íslandi? Er þetta nýtt á Íslandi og hvert er þetta að fara með þetta? Já, hvað er að vera nútisti? Það er náttúrulega bara einstaklingur sem finnst gott að vera nakin og langar að vera nakin, bara sem oftast. Innan annað nakið fólk? Ekkert endilega, sko. Það er bara að vera nakin yfir höfuð, sko. Bara í athöfnum daglegs lífs? Já, athöfnum daglegs lífs, sko. Þess vegna, sko. Þessi hópur sem við erum hlutan og hann er nú bara nýlega stofnaður, sko. Það er bara, það sé ekki bara nánast eða akkúrat ár sem var stofnaður Facebook-hópur. Það er nú nálægt 100 manns þar. Já, það er komið vel yfir 100 manns núna. Við erum að nálgast 150 núna. Bætast alltaf í. Alltaf að bætast við. Og núna erum við að hugsa að fara að stofna félag og eitthvað svona hagsmunafélag. Já, hagsmunafélag. Eða trúafélag. Nei, ekki trúafélag. Hagsmunafélag, sko. Það er náttúrulega félag út allan heim, nútistafélag. Og hvað græðir maður því að vera með félag sem heldur utan þetta? Þetta er í rauninni til dæmis ef okkur langar að gera eitthvað saman til þess að sækja styrki eða eitthvað slíkt þá þarf maður að vera í félagi. Svona öllu. Jöfnum. Og líka kannski öðuldra hvað var að kostnað og annað sem getur fyllt og geta sendt reikninga og og svo náttúrulega þá ef það er félag þá borgar er félagsgjöld og þá er auðveldra að halda námskeið eða einhverja uppákomur eða árshátíð. Við erum alltaf til í að gera eitthvað skemmtilegt. Halda árshátíð, myndu þið þá vera allsberi á árstíð? Nei, ekki spurning, sko. Nei, segjum að þetta sé eitthvað sparilegt að þá þetta erum við í fötum. Ég meina, þetta er ekkit, það er ekki bara konseptið að vera nakin ef við erum að pæla í árshátíð eða eitthvað svoleiðis, en jú, það getur verið árshátíð kannski til Spánar eða eitthvað og ég veit það ekki. Á einhverja nektarströnd? Já. Eða nektarhótel eða eitthvað svo leiðis. Já, getur alveg farið. En hvað, er einhver svona mörk, einhver svona lína? Alveg klárlega. Að þarna, að því að ég man eftir að hafa farið á nektarströnd á Spáni einhvern tímann og þarna ég var örugglega helmingi yngri en næst yngsti maðurinn á ströndinni, Þannig að þetta var bara mjög mikið að eldra fólki og kallarnir voru nánast allir allsberir með hatt. Þannig að er það eitthvað svona... Við Sigmar höfum farið til Portugal líka og farið á nettastund þar og við leitumst ekki að fara á strendur sem er kannski túrismin er að sækast í, heldur meira það sem er innfættir eru að leita. Og þar eru bara fjölskyldurna saman með börnin og
þú veist, alveg frá bara ungviði og upp í eldgamalt sko. Já. Þannig að, og allir bara saman og þannig að mörg segiru, þetta er aðalega kannski bara kurteisi, passa hvar augun þín eru, þú veist, horfi í augun á fólki, við ekki að stara á viðkoma svæði á fólkinu. Þannig að þetta sé bara spurningum almenn kurteisi sko. Þetta er einmitt það sem ég tók eftir því ég fór að stunda þessa nektargugur hérna og ég tek það fram, þetta var stórt skref fyrir mig, ég var mjög stressaði fyrir þessu, það var ekki langt síðan, þetta var bara ekkert í vetur og hérna stíga þetta skref og það bara tók svona cirka 90 sekundur, þá var þetta bara eins eðlilegt og hægt var. En ég tók einmitt eftir því það kemur svona bara náttúrlega að maður er að horfa bara frekar í, augnsambandið magnast upp á milli fólks. Og það, maður finnur að það ríkir hérna einhver ákveðin traust og einhver ákveðin virðing og hérna maður skynjar það bara í orkunni og svo þegar einhver var að spyrja mig út í daginn og þá segi ég við hann og þetta er alveg rétt í öllum þessum nöktu gusum sem ég farið í, ég held ég að við búin að sjá fullt af titlingum þegar bara er einhvern veginn dinglandi út allt en ég hef aldrei séð í rauninni píku eða kynfæri á konu í þessum nektagusum sko. Og það er náttúrulega kannski þetta myrkurarnir neða svona svolítið dimmt en það er líka bara út af því eins og þú segir maður er ekki að gjóa augunum á hvað ég að segja, einhverja prívat staði hjá fólki. Akkurat. Og það er dónaskapur að stara hvort sem við erum í fötum eða ekki fötum þú veist. Þannig að fólk ef ég væri að stara á því bara stanslaust einhver staðar þú veist miðsvæðis eða niðri eða hvað sem er þá er það dónaskapur. Það er einhver ásetningur þar á baki. Og það er bara nákvæmlega sama og þegar við erum ekki í fötum, þú veist. Ég meina, eina sem er bara búið að gera þegar við förum á fötunum er að taka stjætt og stöðu fólks. Við erum ekki lengur atvinnun okkar eða fötin okkar eða eitthvað svoleiðis. Við erum bara, ég er bara ég, þú ert bara þú, við erum bara að tala saman, bursi frá því, þú veist hvort sem við fötum eða ekki fötum. Þú veist, ég held að fólk séu að ofhugsa þetta þú veist en það er náttúrulega, þú veist örugglega einhver svona kynferðisleg tenging hjá mörgum við þetta einhvern veginn hugsa eitthvað nútistar þetta hljóta að vera bara einhverjar orgíur og eitthvað bara eitthvað svoleiðis dæmi sko og að þarna sving og svona já það má ekki setja þetta saman nei þetta er ekki þetta er allt annar hópur sko. Því nú hafið þið verið að fara líka í sumarbústaðaferðir og svona ýmislegt og þetta er líka eitthvað sem að svona fólk sem hefur enga vitneskju eða þekkingu inn heim myndi bara í rauninni margir hverjir bara mjög örugglega gjarnan miskilja sem eitthvað kynferðislegt eða eitthvað svona svingtengt sko. Algjörlega sko og það hefur maður alveg heyrt sko það maður alveg heyrt það sko ekki það að sé eitthvað að því sko Nei, ekki að sé neitt að því sko en margir tengja þetta saman sko eða þeir eru nakið saman þá hlýtur að vera eitthvað meira sko eða perraskapur eða eitthvað perraskapur sko en það er eins og þú varst að segja sko tók því 90 sekundur átt að þá varst alveg hættur að pæla í þessu sko og það er svo sem bara yfirleitt eins sko Já, með ykkur nöktum sko Já en svo veist, ég er náttúrulega bara sem algjör leikmaður svo stígum maður út úr vagninum á milli þessara sánu lotna eins og við gerum og það voru átt farinir á sjó og annað og mér finnst ekkit mál að vera utandira með öðru nöktu fólki en það sem mér hefur fundist svo litið óþægilegt og þess vegna hef ég ekki verið í nöktu gufunni í sumar það er að skarfaklettur og tekið það bara sem dæmi það er bara sneisa fullt núna af hefðbundnu fólki í klæðnaði túristum þannig að mér hefur fundist óþægilegt að vera sýnilegur berrasaður fyrir framan annað fólk og ekkit bara mín vegna heldur líka og kemur þessi spurning hvenær er maður farin að særa bliðunarkennd annara Já Ég get alveg tekið undir þetta Því við erum að valsa út bara þarna og maður náttúrulega einu mjög skemmtilegu dæmi ég held að þú hefur allavega verið með og löppuðum við alveg strópuð á því eftir fyrstu lotu niður tröppurnar, niður á strönd 15 manns bara alveg sónuð á því svona eins og við erum og það situr hérna einhver amerísku túristi með headphone og er að prjóna og horfa á sólarlagið og hún er með headphone á sig heyrir okkur ekki koma og svo ég er hann einhvers þar í miðin og ég horfi niður á þetta hann vil löppum svona eins og eitthvað svona sértrúðasöfnuður svona framhjáni og út á sandinn og allir út í sjó þetta var eins og atrið í bíómynd sko og konan og ég fylgist með ég dónast í og látri hún pakkaði prjónadótinu sínu
og svo stóð hún upp og bakkaði upp tröppunar hún let sér bara hverfa því að hvenar er maður einmitt að særa bliðunarkennt fólks og þarf maður ekki að taka tillit til þess. Jú, og þetta reynum alltaf ekki að taka tillit til þess en sko íslensk löggjöf leifir nekt út allt ok, það er áhugaverð svo lengi þú særir ekki bliðunarkennt fólks og það er eins og þú mátt labba inn nakin heimahjáður, ekki með gardínu fyrir okkur svoleiðis, en ef þú stendur út í glugga og ert að flassa fólki sem kemur framhjá, þá ert að særa bliðunarkennt þess. En ef einhver labba framhjá og sér þig óvart nakin og þú ert kannski bara að labba úr sturtunni inn í herbyggi, þá ert ekki að særa bliðunarkennt neins. Þannig að þetta er alltaf, og þetta er alltaf svolítið erfitt að það sé ekki einhver föst lög, hvað má ekki, þetta er alltaf matsadriði, en við höfum alveg heyrt sögur að því að það var einhver kona sem einmitt hringdi lögregluna og kvartaði við því að nágranninn sinni var alltaf nakin og lögregluna mætir á staðinn og þeir sjá engan nakta mann. Nei, þú verður að fara upp í tröppuna og lítið yfir grýrningunum, þá sér þann. Já, þannig að þú ætti að hafa mikið fyrir því. Það var svolítið mikið fyrir því, sko. Þannig að þetta er, en svo eins og segir, eins og þannig í guðun og annað, ef við sjáum til dæmis að þið séu kannski unglingar eða börn út í fjöru, sko, þá sleppum við að fara út í fjöru, sko. Já. Það er alltaf, ég hef gert það og flestir aðrir í kringum mig þegar þannig er en ef fullorðið fólk er það sko þá lætur það gossa lætur það gossa sko en þess að við erum ekki að gera neitt ólulegt, við erum bara að lappa út í sjó og kæla okkur og þetta er gert í mörgum löndum Já, það er einmitt góður punktur sko ég meina, ég hef nú verið eitthvað að ferðast í Þýskalandi og Austurríki og þeim svona germönsku löndum að þá er náttúrulega bara rosalega löng og mikil hefð fyrir svona nögtum gufum og þá er bara sko, ég man eftir því að var hann einhvern tímann í skíðaferð í Austurríki sko og var svona eitthvað spa á hótelinu og fyrsta kvöldið að þá fóru ég og konan hann bara í sundfötum og voru bara allir allsberir nema við og þú veist, okkur leiði eitthvað bara kjánalega sko, innan allt þetta allsbera fólk sko ákváðum síðan bara, ok, daginn eftir þá bara prófum við það, bara go native og förum bara allsber, sko. Bara þú og konan? Já, vorum bara 2, sko. Og þá komuð þarna einhverjir innfættir og fór eitthvað að spjalla við okkur og bara, þið voruð ekki smá fyndin í gær, þetta bara í sundfötum, bara eins og algjör í lúða. Og bara eitthvað, já, bara, aldrei prófaði þetta áður, sko. En þá er bara einmitt, þú veist, allsberar fjölskyldur bara svitna saman og fara svo fram og lesa bók og eitthvað. En þetta liggur ekki í kúltúr Íslendinga. Eru Íslendingar lélegir nútistar? Eru bara byrjendur? Ég held að þetta sé svolítið aftur fyrir í því að hérna áður fyrir þá var náttúrulega mjög algengt að í sundlaugulandsins sko að konu voru kannski sólbæði, berbrjósta fyrir utan sundlaugina eða eitthvað svoleiðis sko. Og eins og öllum þessum heitulögum sem við erum með út um all land þar fór fólki alltaf nakið í laugana sko. Og nú er búið að banna það sumstaðar sko. Nú er búið að banna það sumstaðar og svo bara mikil túrismi sem eru bara eins og landmannlaugar eða hérna fyrir ofan Hveragerði sko. Það er alveg erfitt að fara þangað og ætla rauninni ekki að fara nakin því það er engin nakiðar og allt fullt sko. Og það er kannski það sem við erum svolítið að reyna að opna núna með að stofna félag og annað, það er einmitt að vekja athygli á þessu og við náttúrulega líka erum þá að leigja sundlaug bara sér fyrir okkur þannig að þá erum við ekki að særa neitt annan sem að Já, það er gert með reglu millibili, þannig ekki í Hafnarfirði Já, er annarkvæmt mánuð ekki? Jú Og þá eru þar bara hvað, einhvern halvan dag eða? Þetta eru 3,5 tími Og hvað eru það að gera í sundlauginu? Bara spjalla í heitapottinum, bara nákvæmlega eins og sömur synda og aðrir að stökkva á stökkbrettinu og þú veist. Æðislega. Þetta er bara, já, bara eins og, hvað gerir þú fyrir sund? Ég bara nákvæmlega þess að þú varst að lýsa. Æmitt. Kannski stekka ekki á stökkballi, en já. En þú veist, það er bara nákvæmlega, þú gerir bara nákvæmlega sem þú vilt. Það er náttúrulega sána hérna líka og einhvern tíma var að tekið grill og við grilluðum líka og hérna fórum bara upp úr heitapottinum, grilluðum og fórum aftur honni í heitapottin og bara Mér fannst allavega og þegar að ég bjó erlendis í 15 ára og í Danmörku og var mikið í kringum Kristjaníu og það er svona baðhús og það var alltaf verið að reyna að draga mig þarna í þetta baðhús, í þessa sánu þannig og þar voru sameiginlega sturtuklefar allt og ég náði alltaf að sneika mér einhvern veginn fram hjá þessu, ég var alltaf upptekinn, alltaf að gera eitthvað annað og einfallega út af því að ég þorði ekki að fara sko.
og svo fór ég einmitt að spyrja mig þessara spurningar, sko, hvers konar djöfisins heimsborgar ertu, þú þorir ekki að vera nakin innan annað naki fólk óháð kyni, sko, því að maður alltaf, eða ég hef staðið með að því að vera einmitt svona fókuseraðar einmitt á þetta sé að einhverju leiti kynferðislegt, sko. Ég held að óttinn sérstaklega á kallmönnum. Já. Ég held að flestir hræðast það að fá rís. Já, ég fengi þessa spurningu einmitt. Færði ekki stampínu? Jú, ég meina blóðflæði fer, mörgu sem rannsóknir segja það að blóðflæði fer í liminn mörgu sinnum á dag og það bara til að halda heilbrigði limsins. Það hefur ekkert með kynferði að gera eða ykkur að gera og ef það gerist í þessum aðstæðum þá náttúrulega bara fara karlmennirnir bara frá bara og jafna sig og koma aftur inn í aðstæður. Hafið þið orðið vitni að þessu? Hefur þetta gerst? Ég hef orðið vitni einu sinni en gallinn var sá að aðilinn brást ekki rétt við. Nei. Hann fór greinlega í fát og svona vissi ekki alveg hvað hann átti að gera í staðinn fyrir að vera bara kjurr og bara jafna sig. Þá verður ekkert sjó eða eitthvað svoleiðis. En ég held að konur aðalega hafa áhyggjur af útliti. Þú veist, ég með fellingu hér eða brjóstinu ekki nóg fallega, rassinu ekki nóg flottur eða þú veist, whatever. Þannig ég held við höfum öll komplexa. Ég er bara mismunandi hvaða komplexar það eru og ég held að Sigurður sé sá að sætta það bara við það hlýtur að vera mjög mikil heilunarferli þá fyrir, eins og þú segir, konur þá í, og menn líka. Bara sjálfströstið. Menn líka, þú veist, kallmenn að glíma við alls konar samanburðar hugmyndir, hvað var að starða á getnaðarlimi eða flatan rass eða lítinn brjóskassa eða hvað veit ég skilur þú veist, þannig að þetta hlýtur að vera mikil heilun í þessu. Já, sko, ég get ekki svara fyrir allar konur en allan fyrir mig hefur þetta aukið mitt sjálfströst gríðarlega. Ekki að ég sé að bera mig endilega saman við aðra. Nei. Aðalega bara, ég get verið bara í mínum líkama og öðrum sé slétt. Já. Þú veist. Já. Það enginn að pæli mér. Nei. Fallega fellingar. Já. Og mömmuslitinn og allt saman. En þið voru að tala þarna einhverju svona afturför og ég meina, þú veist, núna þegar ég pæli í þessu þá held ég að það sé alveg eitthvað til í því að því að sko það var hérna í mörg ár að þá var sko best geymda leyndamál Sundstaðar Reykjavíkurborgar. Það var sko sánan upp í Breiðholti og þá var þetta alltaf bara svona aðskilin kalla og kvenna sána og það var bara alltaf nakinsána. Já. Það bara, þú veist... En kynjaskipt. Já, kynjaskipt, en þetta var bara svona tippagufa. Já. Og menn bara, þú veist... Eins og í Vesturbælauginni. Já, var þannig. En núna að þá bara, þú veist, er eitthvað að gerast og það er búið að setja upp skilti sem bara bannar nekt í sánunni og það er búið að taka hurðina af hjörunum. Þannig að nú sérðu inn í klefan, sko. Og bara hérna áður fyrir þurftur að fá lykil. Ég veit það, þú þurftur að fá sérstakann lykil og þú veist, opna bláu hurðina og þá varstu bara komin inn í bara svona eitthvað, þú veist, ríki. Það sem að þú bara mátti vera náttúrulegur. Það er eiginlega bara í öllum löndum, spa eða einhver aðstæða fyrir bara fólk sem er nakið. Þú veist, það er bara vantar hér á Íslandi. Já, og þú veist, þetta var hérna Sundhöllin í gamla daga. Það voru alltaf þarna sko efri hæðirnar. Já, það voru svona sólbaðspallar. Það var kynjaskipt líka. Já, og þar var fólk bara, nakið að sóla sig. Já, ég held að sinna aftur fyrir Íslandi því að svo tekur maður eftir að annars það er heiminu, sko, þá er rauninni að fjölga rauninni, sko, eins og nútisma túrismi er aukast allan heim, sko. Það er alltaf aukast, koma fleiri og fleiri staðir sem eru bara ætlað fyrir nútista eða næki fólk. Alls konar retreat. Já, alls konar retreat og meðan á Íslandi þá er það bara að vera að minnka ef eitthvað er, sko. Já, en á samanskapi þá er það að tala aukningu, til dæmis bara í þessum Facebook-hóp, þau eru komin yfir 100 manns. Já. Og fargufan er að bjóða upp á þessa nöktu gufan og ekki langt síðan að það byrjaði. Já, við í rauninni störtuðum þessu fyrir, tæpa árum síðan. Já, einmitt.
Það var þá bara tillaga af ykkar hálfu sem að Já, það til okkur bara alveg, sko. fór í gegn og búin að ganga svona sjúklega vel. Já, það er alltaf uppselt. Það er bara... Ég veit allt um það, sko. Og það er líka bara, og það var pröfað að gera blandagöfu, nakið, pluss sundföt og bara stemningin er bara allt önnur. Já. En það endaði líka yfirleitt, ég fór í 1-2 þannig og það var svona yfirleitt einhver 1-2 í sundfötum og 10-12 naktir. Eða öfugt meira segja líka. Ég heyrði meira segja einu svona því. Það var einn nakin og allir hinn í sundfötum. Já. Það var hálf kjánalegt kannski. Já. En það er nefnilega alveg þannig og við höfum alveg tekið eftir því, sko, það er rosalega munur að fara til dæmis eins og í spa, hvort þessi fólk sé í sundfötum eða nakið. Já. Það er bara svo allt önnur stemning. Altså fyrir mann sjálfan? Nei, bara yfir höfuð, sko. Bara yfir höfuð, sko. Við fórum í spa, vorum þannig nokkra þetta rúma viku í Amsterdam, spaði, sko. Og það eru 3 daga viku og þá er skylda að vera sundfötum. En hina dagana er bannað að vera sundfötum. Við reyndum bara 1 dag að vera sundfötum. Og það var bara ekki takt að vera þar. Nei. Það var bara læti í fólki, bara ókurtisi og buslugangur og... Fólk bara, sko, ég var reyna að slaka á svona slökunarherbergi eða svona það sem ég gæti legið í vatninu og hlusta á svona eins og þetta væri foss. Svo kom bara 3-4 askvaðandi gaurar, hoppuðu úti og svo voru þeir bara gjammandi. Það var ekkert svona... Þetta hefði nútistar aldrei gert? Nei. Þeir hefðu séð seramóníuna í þessu og nálgast þetta af nærgætni. Já, og það er munurinn, finnst mér líka. Já. En hvað þarna, það hljóta að vera svona einhver, hvað maður að segja, svona uppáhalds activities sem einhver svona finnst skemmtilegra en annað að gera nakin. Fyrir utan að jolla. Já, sundið er náttúrulega alltaf... Já, mjög einsalt, sko. Svo fórum við reyndar í Giljaböðin og það var alveg æðislu dagur. Húsavelli, þá legðum við þar. Og svo erum við að pröfu ímislegt, pröfum strandblak og svona, jú. Ég var eina konan, konurna mikið fyrir sér. Já, veit. Og hrættir að fá samt á ýmsastæði. Já. Nakið blak. Já. Og það utan þeirra? Nei, það var innan þeirra, sko. Já, ok. Og svo erum við bara... Svo jóga er komist eftir. Já, jóga er komist eftir. Og þá einmitt fyrsta sem ég hugsaði bara, nei, því ég stundaði jóga í mörg ár og þá sá ég fyrir mér að ég var bara eitthvað með Sigmar hérna bara downward facing dog hérna fyrir fram og ég var að horfa hérna bara inn í myrkrið inn í stjörnuna og hann var bara, nei, helst ég góður. Þetta er sko þannig, sko við erum þá bara öll í línu. Einmitt. Við erum ekki í rassinu okkur öðrum eða brjóstinu okkur öðrum En þá í línu og ég frétti þá og með speglavegg fyrir framann. Já, það er allavega einu uppsetningi, sko, svo aðrar uppsetningar líka, sko. Þannig að maður getur bara fylgst með sjálfum sér og öðrum líka, komast inn í hinnar þessar stellingar. Já, og hún er náttúrulega hjálpar að komast í stellingar, en hún spyr þetta fyrst, hérna, má ég koma við þig? Já. Þú veist, er óhætt að ég leiðbeinir? Ef þú segir nei, var ekki grænt og rautt spjaldið? Jú, það var eitthvað svolítið bara. Þannig að ef það var grænt upp, að þá leifir snertingu, ef það var rautt og þá leifir ekki snertingu. Áhugavert. Þannig að þú þarft ekki endilega að vera í samskiptum heldur í miðju sessjoni. Þannig að þú getur bara sett spjaldið eftir hvernig stuðu þú ert í. En er þetta eitthvað svona sem að er félagslegt fyrir ykkur? Þú veist, finnst ykkur þetta nauðsynlegt í hóp? Eða, þú veist, er þetta eitthvað sem að þið gerir bara heim? Sko, ég er óttalega nútisti heima hjá mér. Já, við bæði, og vandræðilega mikið, sko. Af því að ég held að nágranni minn hafi óvart oft séð. Oft komið. Já. Við erum náttúrulega bæði nútistar bæði heima og í hóp, sko. Það er rosa gaman að hafa hóp og bara kynnast fleira fólki, sko. Og því að þú segir, það er mjög einfalt að kynnast nútistum ef maður er nútisti sjálfur, sko. Og maður einhvern veginn bara líður vel í kringum þannig fólk, sko. Af því að maður er svipað hugsun sjálfur, sko. En auðvitað, þú veist, þegar maður heima hjá sér og það eru vinir, barnana í heimsókn og eitthvað svona, þú veist, auðvitað er maður ekkert að flassa sig hérna. Er þið með börn eða unglinga? Við erum með bæði. Já. Þetta er ég átti samtal við einn daginn, ég man nú ekki alveg í hvað samhengi, en þegar þú komið með, sko, eins og í mínu tilfelli, með unglingsstelpu á heimilinu og einmitt það að vera í baði, veist, fyrir fram á hvort annað og, veist, og koma úr baði og vera bara á tillingnum, skilurðu, veist, fyrir framan unglingsstúlku
og ég átti samtal við einnum daginn sem að fannst þetta að vera alveg sko, fráleit hugmynd sko. Að bara eftir eitthvað svona ákveðin aldur þá var bara eins og foreldri á gagnstæðu kyni bara mætti ekki sína sér nakin eins og ég mætti bara ekki vera nakin innan stúlkuna mína. En ertu þá ekki farin að kynferðis gera þig gagnvart barninu? Það spurning sko, ég var einmitt að segja honum að við höfum ekkert hætt þessu, við gerum þetta bara ennþá og og sama gildi með hana svona upp á einhverju leiti, þóttum við sé nú farin að hlaupa hraðar milli herbyggja sko, en hvernig hægið þið þessu svona eins og heima hjá ykkur? Þú talar út mikið nakin heima hjá þér, ég meina... Já, sko, nú eigum við 2 unglingsdrengi og við eigum 2 stelpur. Við höfum bara alltaf verið rosa frjálsleg. Það hefur aldrei verið einhver skapað einhver umræða, bara líkamar eru alls konar og við erum bara öll alls konar. Og drengirnir hafa svolítið alveg stöfið það að ég labba úr sturtunni og inn í herbergi nakin. Ég ekkert að fela mig, sko. Nei. Og þetta svona einhver aldurstímabalja börnur sem verða sjálf svolítið feimin við sína eigin nekt sko. Já, við sína eigin. Já, en ég segi sko ef við öðnum börnum ykkur þessu alveg frá upphafi og breytum þessu aldrei, þá ekkert að því. Það miklu erfiðar að þú hugsar allt í nú, já, ég ætla að gera snútisti og ég á hérna börn sem eru 10, 12, 14 ára, þá kannski svolítið öðru sé að byrja allt í einu á því sko. Já, einmitt. En að því að eins og börn okkar, þeir eru bara alveg upp við þetta bara frá því fæða sko. Já, reynda góða sögu, varandi eldri drengin, hann ég var að gefa morgumat, ég var reyndar í nærbúsum, en ekki að ég brjóstaðaldra og hann situr náttúrulega við stól og ég tegi mér svona yfir til að ná í mjólkina og brjósti mitt lafði svona öxlina á honum. Og hann leit svona til hliðar, hann var örugglega svona 10-11 ára. Já. Æ, mamma, nennur að fara í ból. Þarna var hann að gefa í skinn og geti komið gott. Já, einmitt. Og þá náttúrulega hugsaði ég segi náttúrulega bara verð ekki svona feimin eða ég man ekki hvað ég sagði einu sinni og ég virti það alveg eftir á þú veist, ok, þarna setti hann mörk og ég virði það þú veist, þá bara ger ég ekki svona aftur en maður bara gerir þetta í amstri dagsins maður bara hjálpaði með morgumatinn en í rauninni þá segja þau stundum á úlinsaldri að við sem skrítin en ég held að það sé aðalega bara því að það eru ekkert þeir eru ekkert að upplifa þetta að þau krakkarnir okkar að upplifa þetta kannski þessa umræðu annar staðar í vinahópnum með eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki alveg. Finnst þið mæta eitthvað staðar fordómum? Ég man nú ekki eftir að mæta fordómum gagnvart þessu sko. Foreldrum, vina, barnan ykkar? Hefur eitthvað sprottið? Nei, aldrei eitthvað svoleiðis sko. Nei. Og við hefum líka kannski svolítið mikið verið að alla börnin upp í því að sko líkami ekki kynferðislegt. Þetta bara okkar líkami. Og ég held það sé kannski rót vandan sem einmitt þegar foreldrar hægt að geta að fara í bað með börnunum sínum að því að það allt í einu orðið of gamalt eða... Já. En eru líkamar ekki líka kynferðislegir? Auðvitað eru það í þannig aðstæðum sko. Í þannig aðstæðum. Já. En mér fannst ég upplifa sérstaklega kannski fyrst þegar ég var svona að rannsaka þetta hjá sjálfum mér, svona hvernig ég var að upplifa og bregðast við og ég upplifði þetta fyrir mitt leiti líka alveg kynferðislegt, þótt með risi ekki hold en það var samt sem áður að ef ég einhvern veginn með, hvað ég að segja, óheft flæði þá stöðast þetta ekki þar heldur leitar þetta lengra upp á við sko og þetta flæðir í gegn þannig að þetta einhvern veginn allt spektrumið sko þetta líka bara mikill kærleikur og virðing og tröst og það einhvern veginn endastöðin þótt að auðvitað hugmyndin komi upp, ég meina, þú veist, sérstaklega þegar maður ekki vanur sem maður alltaf bara með mínu tilfelli sem gagnkynhneigður maður með bara naktar konur fyrir fram að mig, ég meina það náttúrulega bara eitthvað alveg nýtt spektrum sko, en ég upplifi þetta líka alveg sem þess vegna getur alveg verið kynferðislegt og þá spyr ég, eitthvað að því ef það sýnd virðing hvað varðar í rauninni bara einmitt eins og við rættum í byrjunum, varðandi augnsamband, veri ekki að góna skilur, eða vera ekki óþægilegur í aðstæðanum. Já, og bara mikilvægt að vera ekki að kommenta á... Ég tala ekki það, skilur, en ég meina, en ef að hugsunin kemur upp og þetta staðar, ég meina, það ekki bara allt í lagi? Jú, það allt í lagi, þetta bara alveg eins og þú sér fallega konu út í búð að versla. Ég er alltaf með að fara að nefna það. Við erum með kynhvöt og kynlanganir
smekk og ég veit ekki hvað allt þetta snertir og eigum við eitthvað að vera afneta því. Þú slekkur ekkert á kynheiðinni sem sagt þótt þú gerir snútisti sko. En þetta bara gengið bara eins og sér fallega konu út í búð og sér bara, þetta fallega kona. En þetta bara svona lítill hluti af bara heildinni og þú ert náttúrulega bara mannlegur áfram sko. Þú verður ekki ofurmannlegur. Nei, ekki alveg. Arnór, áttu þetta eftir það? Ég hef nú reynt að draga í tippagöfuna sko. Já. Ég veit þið eru nokkri sko, þið eru ekki alveg hressir sko. Sko, ég er svona, hvað get ég sagt, prívat nútisti í mér sko. Ég nýtist mjög mikið að synda allsbyr í sjónum til dæmis, en þú veist, ég hef ekki verið að gera það í Nauthólsvík eða eitthvað innan mikið af fólki eða eitthvað svoleiðis. En það er svona bara rosalegt frelsi sem að tengist þessu einmitt að synda nakin sko. Þannig að þú ert að skilja allt eftir. Já, einmitt, ég tengi alveg sterkt við þá. Sérstaklega að synda nakin í sjónum. Þú er líka svolítið talað um það, ég er svo í þríþrautinni þegar þú ert eitthvað að monta það að hafa rakað þér 0,5 kíló líkamsárum hvað allt verður frábært. Já, þá náttúrulega bara kemst maður svona eitthvað nær umhverju sínu. Já. Þetta er alveg eins og ég tók nú pappa minn með mér í gufu, í naktagufu og í fyrsta skipti sem hann fór þannig sko, þá var hann búinn að fara nokkur sinnum í svona venjulega gufu og hann sagði þetta var einmitt bara allt annað, bara skildir allt eftir fyrir utan, varst bara algjörlega í núinu og bara hugsaður sjálfa þig. Og hann hafði ekki verið í þessum aðstæðum áður? Nei. Hann er aldrei of seint að byrja. Það er aldrei of seint sko. Og meira segja, ég hef oft sagt það eins og með mig sko, svona mjög jarðbundið maður og hefur ekkert verið tekið aldrei hugleiðslur eða ekki trúaður eða neitt svoleið sko, og bara hefði svo þetta fara í gufu, setja hann að nakin og bara svitna, fara svo í kælingu sko. Þetta var ótrúlega gott andlega sko, ég ætlaði ekki að trúa því. En það er svona einhver sterk tenging þá við kannski við vatn. Og bara jörðina og svona nektin og vatni þú veist, það er svona, þú veist, það er það að fara í gufu eða fara í sund eða fara í pottin eða eitthvað svoleiðis að það virðist vera svona Ætli það sé ekki bara jarðtenging? Já, ég held að það er sérstaklega við hérna á Íslandi sko, því að það er nú ekkert, lofthittin er ekki það góður til þess að vera alltaf nakin sko, þannig að yfirleitt að fara í heitt vatn sko, þannig að eða sjóin sko, þannig að ég held að á Íslandi tengist það mjög mikið mitt vatni sko. Já. En er eitthvað sko sem að þig svona dreymir að gera nakin? Ég sá fyrir mér að vera að mjólka kýrnar bara eitthvað á svona... Já, þú veist, ég meina... Pröfa það, þannig að, já. Þú hefur pröfað það? Ok. Fara nakin í fjósið? Já, held ég örgulega einhvern tíma gert. Já. Nei, ég held að það sé svona... Nakin í traktor? Já. Já. Við svofum alltaf nakin og það kemur stundu fyrir að maður þarf að hendast út og gera eitthvað, sko. Já. Þá hendur mér svo kannski bara í bómsur og... Já, bara bómsur eða krokkskóna og hleypur út, sko. Það fór bara beint í stífilinn og reynda að polla buxna, sko. Ég ser nakin líka og eini óttin því tengt það er því að við sofum henni upp í risi og svo erum við með neyðaropp og svo erum við með svona neyðastiga hérna niður gaflinu húsinu eða það skilti kveikni í. Þannig að ef það kveiknar í og ég er bara á sprellanum og ég enda hérna bara allsber út á götu með slökkuliði hérna bara hangandi yfir mér sko. Mér veist það var ansið neyðarlegt sko. Þú þarft að vera með einhverja neyðarnarjur, einhverja stessar einhverjar hérna. Neyðarpoka. Ég held samt sko, ef þú lendir í þessum aðstæðum þá ertu kannski frekar að horfa á húsið þitt brenna heldur en þá er enginn að spá í því. Og ég held að slökkulið myndi vefja þið teppi bara strax. Góða punktur. En hvert er þetta að fara með þetta? Veist, ég meina, er þetta bara einhver endastöð? Veist, er þetta að þróa þetta eitthvað áfram? Já, hér á Íslandi held ég sé ekki spurning að þetta þróað áfram, sko. Og það er svona framtíðar sín hjá okkur að stofna þetta félag, sko. Það er að reynilega að vera þá með aðstöðu fyrir nútista á Íslandi, sko. Hvernig getur hún litið út? Það er þá bara
svo strönd eða svæði Já, eða... eitthvað konar svæði sko, með heitum pottum og einmitt hægt að komast út úr sjó og... Það væri náttúrulega bara Slökunar. fullkomið að vera með spa. Já. Þú veist, það er að spretta spa út um all land, en ekkert af því er, Það er Nægt. einkennilegt. já. Þú veist, þó að var ekki nema 2 dagar í viku einhver staðar, eða, Já. Hafið þið sett ykkur í samband við eitthvað af þessu fólki sem er með Því það hlýtur að vera markaði fyrir þetta, sko. Já, ekki spurning sko. og ekki bara fyrir innlenda menn, heldur fyrir líka. túrista líka, sko. Já, Já, Þið sjáu nú hvernig þetta fór einmitt eins og við vorum að lýsa með fargúina. Það er alltaf pakk fullt, sko. Það er alltaf pakkuð sko. Það er barist plásinn það, sko. já. Já, einmitt, það væri hérna bara nútistadagur í Skylagún. Já, til það dæmis sko. væri geggjað, sko. Já, já. Þá er En þessum, við vorum alltaf búin að reikna það út, það er mjög dýrt að leiða það, þannig að já. það er ekki En þá er þessum skilabúðum allavega komið áleiðis til þessara entreprenöra sem að eru með þessi svæði, Já, algjörlega. já. En ég á meira við bara svona nútismann almennt, sko, ég meina, er þetta, þú veist, ég veit að það er mikið verk framundan svona að breiða þennan boðskap út og eitthvað svona reyfing að fara af stað en svona hvað var það raunni svona persónulega nútisma, ég meina hvert fer maður með þetta, snýst þetta bara að finna svona einhverja nýja og skemmtilega spennandi hluti sem maður getur gert nakin eða er þetta bara þetta, að vera allsber? Ég held sko, svona fyrst og fremst sko, já þróun allavega eins og hér á landi sko, kannski að mynda gera þetta eðlilegt að mann séu nakið, að fólk séu nakið svona yfir höfuð einhver staðar. Stuðlaði viðhorfsbreytingu. Já, viðhorfsbreytingi nummer 1, 2 og 3 finnst mér vantar svolítið. En svo er það náttúrulega bara einstaklingsbundið hvað þú vilt ganga langt með það sko. Hvort þú vilt alltaf vera nakin eða hvort þú finnst bara gaman að fara í nakið sundan að hvern mánuð eða eitthvað annað sko. Ég var til að geta keppt í kvartmílu allsber. Það væri geggjað. Nakin kvartmíla. En bara, þú veist, keyrum Reykjavík nakin. Hafið þið prófað það? Nei, ég held ég myndi ekki Nei. Þú er ekki fíla það? Nei, sko, við erum öll með mörk. Já. Það er alveg sama bara hvort það sé nakið eða í fötum Með skeiðarúður. Þú veist, bara tilhugsunin við að lenda í árekstri einmitt, þú veist, eða kveiknar í húsinu þú veist, að vera nakin þurfa að stökka lenda út og í skipta saklausir aftan í kissu. Já, þú veist, ég veit ekki alveg sko, ég væri þá allan til að vera nakin í bara 66 gráðu gallanum mínum eða eitthvað svoleiðis innandi, eða þú veist, vera nakin undir gallanum, en nei, ég held ég færi ekki þangað. En við vorum með hérna án eitt svona sem ég kveikti svolítið, ég var eitthvað sem myndist á þetta, við töluðum þetta í síðasta viðtali, við vorum hérna með BDSM drottningum og svona latex blæti sko. Og það er sko að það er talsvert af fólki sem að gerir í því og sérstaklega það er rigning að fara hérna bara í þessum venjulegu hverfum í pollagallanum og allsbert þá bara og þessna bara í regnkápum út að labba á kvöldin. Það er geggjað. Mér finnst þetta geggja hot. Og þannig að ég geti alveg fundið upp að gera eitthvað svona. Allsber í pollagalla. Allsber í pollagalla, algjörlega. Já, það er nú hverfi í Frakklandi, hvað heitir það? Manstu það? Kapdag, Já, þú veist, þar er náttúrulega bara, þú lappar allsber inn í búðina og þú hjólar allsber og ferði bíl allsber, þú veist, ef þú værir í hverfi sem að þú getur bara verið allsber, þá já, definitely myndi vera bara allsber allstaðar. En hér á landi, þú veist, keyra kannski frá utan á Selfoss og hinga til Reykjavík nakin myndi ég kannski ekki gera. Þannig ég held einmitt aðstæðurnar séu líka svolítið... Já, og ég held að þessi kannski stoppar þetta eins og okkur tvö, sko, það er einmitt að okkur langar ekki að sæla blíðunarkenns annað fólk, sko. Já. Okkur er alveg sama þótt að einhver sjá okkur nakin einhver staðar, bara eins og í dag þú maður taka myndir, þá er fullt af fólki að labba framhjá. Það skipti okkur engu máli, sko. Hvar var þessi mynd að taka? Í Rauðhólum. Já. Og hvernig bregst fólk við? Ég vil bara mjög vel. Já, það var hérna móðir með barn, reynda mjög ungt barn, en fulltrú hópsins fór bara og talaði við hana, lét hana vita hvað væri að fara að gerast og hún var bara mjög áhugasum og bara fekk að horfa á, sko. En við gáum henni tækifæri á að færa sig til hliðar eða þannig að þú veist. Það var nú eitt aðtökanna upp í Rauðhóla, ekki svo langt frá, bara í síðustu helgi þegar að mikill mestari hérna fór aðeins fram fyrir sig í hérna sveppa átinu og hann gekk hérna eftir
eftir götunni allsber og það var eitthvað skrifað um það hefði verið mikið af börnum og unglingum sem hefur orðið vitni að þessum og þetta er nú ekki hræðilegasti kroppur að fá að horfa á hann er náttúrulega en hann er náttúrulega búin að vera svolítið svona opinber fígúra sem bara svona, getur maður sagt, hálfnútisti. Já. Hann er búin að vera það. Já, það sem hann er búin að vera bara á brókinni hérna að fara upp og niður Esjuna og út allt. Já. Og allsber á Instagram að fara hann í fossa og svona, það sést bara aftan á hann, sko. Það verður svolítið það, sko. Já. Nei, en held ég aðalfréttin náttúrulega var bara að kalla var náttúrulega lapp eftir miður þjóðveginu, sko, sem var náttúrulega ekki lægi, sko. Nei, sem er kannski smá hættan. Hefði hann lappað kannski fyrir utanveg, ég held að enginn hafi kitsur við það. Þóttu sett Gummi Emil. Já, bara... Ég efast að það hefur til... skemmt bílinn sem hefði kert á hann. Já. Ég efast að það hefur tilgengt að það var labbað fyrir utanvegin, sko. Nei, einmitt. Eða lögreglan hefði gert eitthvað í því, þannig sé, sko. Já. En hvað haldið þið að svona viðtalið að blaðaumfjöllun eins og þessi? Ég meina, haldið þetta og vonist þið til að þetta hafi eitthvað jákvæð áhrif? Ég bara... Af sjálfsögðu. Já, vonum við það. En það má líka mun eftir því að við þurfum ekki að skilja allt. Nei. Það er það sem að fólk er alltaf að leitast eftir að skilja hlutina og ég held að það sé í rauninni bara markmið að fólk getur verið með opinn hug og þú þarft ekki að skilja það. Nei. Ef þú ert þannig þengjandi að skilja þetta bara ekki. Láta þetta þá bara alveg í friði? Já, bara, þú veist, já, áhugavert, þetta er ekki fyrir mig en frábært fyrir ykkur. Þú veist, það er hægt að vera jákvætt gagnvart þessu. Ég veit ekki hvernig ég á að koma þessu frá mér. Já, bara ekki verið með fordóma fyrir þessu. Já, þú veist. Og nútísm er ekkert fyrir alla, sko. En vonandi sem flesta. En hvað með svona, veist, nú búið að vera mikið svona talað svona svo með hinsegin fræðslu og annað í skólum og annað, það sem allt mögulegt er kynnt og meðal annars BDSM hneigð og annað. Ég meina, okkur flokkast þetta ekki undir, ég meina þetta flokkast kannski ekki undir blæti, eða hvað? Nei, ég myndi ekki flokka þetta undir sem blæti, sko. Nei. Það er allt annað, sko. Þetta er rauninni bara... Og sama eins og þegar við erum að tala um sving og annað, þú veist, nútismi þetta er ekki, Nei. Þú veist, nútismi þýðir rauninni bara það, því finnst gott að vera bara þú sjálfur heima hjá þér eða í aðstæðum sem að má vera nakin. Þetta snýst ekki ekki neitt kynferðislegt eða það er það sem að þarf að koma þessu úr. Þú veist, þetta er ekki... Þetta er ekki sýnithörf í rauninni, sko. Nei, og það er með þess langa að koma inn á. Hvað með svona svo flassara? Nú langt sem maður hefur séð góðan flassara á Íslandi. Það var óaðalega móðin setna eftir hann. Já. Eða múnara, já. Er það sama múnara? Já, múnara, þá sýnir það þér afturhendan. Það er ennþá mjög móðins hjá unglingum og svona. Nei, flassari er bara svona... Það er náttúrulega bara blæti og það er náttúrulega mjög kynferðislegt. Já, þeir eru örglega líka alveg með í fullu risi og finnst þetta svaka hot eitthvað. Já. Eða ekki? Og þar er þetta náttúrulega klárlega særa bliðunarkennt fólk. Já, og bara ganga yfir öll mörk bara, þú veist. En það er það sem nútismi vill ekki gera. Nei. Hvorki særa aðra eða fara yfir mörkan aðra, sko, eða þú veist. Þannig að flassari er ekki nútisti í afneitun eða hrættur nútisti. Nei, ég myndi ekki segja það. Það er eitthvað annað. Já, það er eitthvað allt annað, sko. Já, geggjað maður. Hefur þú einhverju, við óðum í þetta viðtal bara án handrits. Já. Ég bara með hérna einhverja hálfbakaða biblíutilvitnun. Að þarna er það ekki nakin kom úr móður kviði, nakin snýið þangað aftur. Það er ekki bara Jóbkallinn sem að kastaði þessu fram á sínum tíma. Ætli það ekki? Já. Toppaði þetta? Ég er bara orðlaus. En það kemur mér ekkert óvart að eitthvað svona komur að þér, sko. Já, geggjað maður. En sko, ef að fólk hefur áhuga á því að þarna, þú veist, prófa, vera með. Já. Þá erum við á Facebook og þið leiti bara Naturist Æsland. Eru allir velkomnið þangað? Allir, já. Já, allir velkomnið, ef þú hefur ekki brotið að þér. Og við erum búin að henda þér út sem enginn hefur gert það ennþá, þannig að það er allir velkomin ennþá. Já, brotið á þér í hópnum, sko. Já, þú veist, ef það er óviðandi hegðun eða eitthvað, þá, þú veist, það er náttúrulega bara eftir alveg brotsins, hvort að þú ert ámyndur eða bara vísa strax úr hópnum.
En hvað gæti verið brot? Það til dæmis þessi að stara, óviðand komment á líkama fólks eða þú veist, það bara Já, ef þú ferð út í horn og fróa þér sko, þá það klárlega líka brot. Já, Shit. þú veist, þá ert þú náttúrulega bara alveg hent út á vitlausum stað. Algjörlega vitlausum Og eru stað. allir, þú veist, geta allir rauninni bara sótt í naturista hópin á Facebook Já. og eru öllum bara hleypt þær inn til að byrja með? Ég myndi nú, segja það. Já. Þannig að þú veist... En það samt ekkert allir sem í hópnum ekki allir að mæta. Nei, þannig að það alveg svona einhverjir bara áhugamenn. Ég segi, hópurinn að detta í 150 núna og ég myndi segja að það sé einhverstað milli 50 og 60 virkir, sko. Já. En svo náttúrulega að segja, þetta fólk allstaðan af landinu líka, sko. Og náttúrulega mest að gerast hérna á Reykjavík og svæðinu, sko. Þannig að kannski ekki skrítið að allir geti ekki, séu ekki sem sagt að mæta sko. En má ég vera í hópnum á þess að ég myndi kannski skilgreina mig sem nútista? Ég sé ekkert að því, sko. Nei. En segi, þú ert nú að mæta í nöktugufuna reglulega, sko, þannig að út svo semi-nútisti. Ég myndir þú skilgreina mig sem nútisti út frá því? Ég hef nú aldrei verið mikið fyrir að skilgreina fólk, sko. En þú ert allavega ekki anti-nútisti. Nei, ég ekki anti-nútisti, það alveg þannig, sko. Já, en þetta ekki bara spurningum bara hvar þú vilt skilgreina þig sjálfur, hvar þú vilt vera og hvar þú vilt eiga heima? Þú veist, alltaf svona frekar illa við skilgreiningar en... Já, einmitt. Já, einmitt. En ég kynni mig ekki Sandra, ég nútisti hvar sem og hvenær sem sko. Nei. Þú veist, Það er alveg frábær pæling, maður mætti það alveg. Ég mætti það, sko. Já. Og það við náttúrulega tókum þetta svolítið að fara í viðtöl og annað, sko. Já. Þannig að við erum svona alveg ófeimið við þetta, sko. Og þið eru ekki hrædd við, þú veist, ég meina, það allir meðvitaðir í kringum ykkur það sem þið standi fyrir og verða að gera. Þið eru ekki hrædd við nein svona eitthvað svona neikvæð viðbröð? Ég hef alveg fengið neikvæð viðbröð og það líka allir lægi. Frá hverjum? Þá bara vinum eða? Já, bara fjölskyldumeðlumum. En þú veist, ég líka einbra svolítið á því að það þarf ekki að skilja allt. Nei. Er þetta viðbröð sem eru byggð á 8? Já, ég held sko, fáfræði og bara skilja ekki almennt skilmingleysi, sko. Já, þörfina fyrir að vera nakin í kringum annað fólk, en ég held að þessi líka kannski segir svolítið mikið bara sko hvað manneskan sjálf er stödd og er ekki tilbúin í. En ég, sko, ef að fólk er neikvætt eða eitthvað annað, þú veist, það þarf bara þeirra álit, það mun ekki særa mig. Nei, þið eru ekki hrættum að fá símtal frá barnaverndarnefnd á morgun. Nei, ja. Það er ekkert svona því sæinu. Nei, en það erum ekkert að gera neitt ólulegt heima hjá okkur. Nei, einmitt. Þú ferð í sturtu heima hjá og þú ferð og lappar inn í herbyggju og klæðið í föt. Þú veist, við erum ekki að elda nakin eða ég er ekki að baka nakin eða eitthvað svoleiðis. Það er líka svona smá hættulegt. Já. Það er vondast ekki að beika nakin, sko. En við förum alveg nakin í pottin, en við segjum við bönni, herri, við ætlum með pottin og þau sem hafa komið með, þá segjum við ætlum nakin í pottin og þá geta þau valið. Nei, við ætlum ekki með eða við ætlum með. Og það er yfirleitt náttúrulega í kringum þennan viðkvæman aldur sem að þau náttúrulega bara, já, nei, við erum ekki til í þetta. Nei, við erum bara góð. Við erum bara góð, sko. Hvað þið bara? Svo eldast þau rauninu upp úr því, sko, og eftir en aldur þá er þeim líka orðið sama, sko, og ganga sjálf nakinum, sko. Það er alveg... Þetta bara snýst að vera heima hjá þér í öruggu umhverfi og þú mátt bara vera eins og þú vilt vera. En svo sér maður, sko, oft í sundlögunum hérna og þú veist, ég bjó í Noregi í mörg ár og tók alveg greinilega eftir þessu þar. Það sem að það er bara rosaleg bara svona innbyggð spérhræðsla í fólk. Það sem að bara sko, þú veist, bara þorir ekki, vill ekki, getur ekki bara verið nakið innan annað fólk. Það sem að sko, ef þú fórst í sund í Noregi, þá var það mjög algengt að fólk mætti í sundfötum í sundlaugina. Þannig að þú veist, þú voru bara búin að preppa sig heima, þannig að þá gáttu þau bara, þú veist, hent fötunum í skápinn og farið beint í laugina. Og við erum að sjá þetta hér á Íslandi líka. Já. Það að byrja hér líka. Ég maður fann að sjá þetta með tilkomi túrisma, eins og held ég að setja í Blá lóninu eða hvort það var á Vög eða eitthvað þar ferðu í sturtu þar sem þú lokar að þér.
og þú ferði í hangklæðin inn, þannig að þú voru inn í sérð viðkomandi, þú þurfti að deila sturtuklefa og sérð viðkomandi aldrei nakin. Já, ég sá úlingsstelpur bara gera þetta íslenskar sko. Bara í sundi. Já, bara mættu bara í sundbólunum og fóru bara úr fötunum og í sundból, í sturtu, þú veist, þetta er aftur Þetta lítur að snúa að einhverju leiti þá að uppeldi. Já, að mínu mati er þetta það og hvernig þú og kennir börnunum viðhorf gagnvart nekt þú veist. Já, er þetta þá einhverjar skrýtnar líkamshugmyndir eða eitthvað svoleiðis? Ég bara hreinlega veit ekki af hverju þetta er svona sko, að fara þess átt. En já, ég held reyndar eins og þetta er bara eftir að einmitt þessi klefar komu og ég sé alveg gott að blessa með það að komu einstaklega klefar sko fyrir þá sem eru algjörlega móti þessu sko, en að þar alvegandi er samt þetta tækifæri og líka fyrir fólk að alast þá ekki upp við það að fara með sama kyni í stóra stuttuklefa sko. og þá eru bara núlingar að nota þessa klefa og þar alvegandi elstæðurinn ekki upp og þá náttúrulega skilum er að þeim fyrst óþægilegt að allt inn að fara að byrja á því sko. En svo er þetta náttúrulega kennur í börnunum þínum að bera virðingu þú veist, fyrir hinu kynunu alveg frá byrjun. Það er margar spurningar hann Þetta er mjög umhugsunarvert. Þetta er það og oft á tíðum náttúrulega mjög viðkvæmt náttúrulega á sumu aldurskeiði sko en þú varst að spyrja með barnaverndarnefnd þannig ég væri ekki, ég hefði engar áhyggjur af neinu þar sko og ef til þess kæmi að einhverju myndi tilkynna eða eitthvað svoleiðis, já, heyrðu foreldra þessa barna er alltaf nakin heima hjá sér þá bara, já, hvað í heimsókn og við skulum bara spjalla saman þetta þetta er ekkert það var bara fræðslustund já, bara einmitt bara, og samtal við skulum bara eiga þetta samtal og mér finnst bara frábært á að aðri foreldra hafa ágjör af öðrum heimilum þú veist en ég tæki það ekki inn á mig já, geggjað. Þú með eitthvað meira? Ekki í bili held ég. Ekki? Nema, jú, ég man eftir því þegar ég var ábyggilega verið 16 ára. Já, 16, já. Ég var ekki komið bílpróf. En samt byrjaði að drekka. Að þá voru við félagarnir einhvern tímann í Breiðholtinu, að sjálfsögðu. Ákváðum eftir að hafa verið að horfa á Red Hot Chili Peppers á tónleikum. Þar sem að þeir voru allsbergir. Eða allsbergir með sokk á tippinu og þarna þá ákvaða við semast að setja sokk á tippið á okkur og hlaupa yfir Breiðholtsbrautina. Ég man eftir að þetta var gott kick. Já. Vel gert. Og mikil spenna sem fylgdi þessu. Já, mikil spenna og gleði. Þú verður svona grallari. Þetta er sama elementi og þegar þú sprengdi tertuna hérna á miður sumri hjá mér hérna út í garði og ég fekk næstu á mig kæru. Já, og persónuleika raskaði einhvern hund hérna fyrir lífstíð. Já, einmitt. Já, voru ekki allir úlingar í því líka að reyna að kíkja í gluggana hjá strákunum í sundi eða strákunum hjá stelpunum í klefunum og þú veist. Jú, en það kannski bara, þetta er kannski bara svona hluti að því að ég myndi að reyna að endurforrita hvað ég að segja, bara þessa samfélagsvitund hvað nekt varðar. Akkurat. Og ég myndi að skilgreina nekt sem eitthvað annað sem bara kynferðislegt og eitthvað sem að þessuna er skítugt og því fylgir eitthvað skömm. Leður fann að fel eitthvað, þá fylgir því skömm. Og þegar þú ert komið með eitthvað sem þú skammast þín fyrir, þá er það eitthvað sem er óhreint og eitthvað sem þú þessuna ekki ánægð með. Ef þú getur ekki sýnt á almannafæri þá ertu óánægður á eitthvað. Já, en ég meina það sem að þú varst að tala um þarna áðan líka er að þú veist auðvitað hlýtur að tengjast í, ég meina þú veist það er náttúrulega eitthvað kynferðislegt við það að vera bara nakin meðal annars. Já, en að í raun og veru sko nýta þá þú veist þessa kynorku í eitthvað jákvætt í staðin fyrir einmitt að vera þú veist, fara í eitthvað rung út í einhverju hotni eða eitthvað svoleiðis. Því þá stöðast orkan bara það, Já, að þá er þetta einmitt frekar eitthvað þá heilbrigt og svona, þú veist, nærandi sem að þú getur bara nota til þess að, þú veist, vaksa. Eins og eitthvað sagði, sko, þú tekur þessa orku og í staði þess að hún bara stöðvist hér, þá er þetta dregið lengra upp og hún er tekin upp í gegnum hjartastöðina. Og það er samkenndin, sko.
það trösti og það virðingin og nærgætnin. Já, akkurat, og þannig kannski kemur skýringin á því af hverju allavega okkur finnst aðri nútist að vera bara æðislegt fólk og gott að tengjast í og gaman að kynnast í, sko. Já. Að því þetta komið einhver meiri virðing og maður er ekkert að hugsa kynferðislegt það þegar maður er í svona hóp, sko. Já. En það kannski bara maður er með aðra stöða virkari, sko. Já, og ég meina, þú veist, og þið hljóti þá að vera líka, sko, meðvituð þetta. Þú veist, mjög meðvituð örugglega til þess að byrja með, en síðan einhvern veginn verður það kannski eðlilegra, en þá einhvern veginn að fá þessa orku þá til þess að, þú veist, í staðin fyrir að stoppa bara í klofina þeirra, þú veist, þá fáið þið meira flæði og getið þið bara þá miðlaðinni bara út hjartað og út munnin og þú veist í leik og starfi. Já. Þetta er góð skilgreining. Já. Þetta er mjög andlegt ferðalag. Já. Geggjað. Eru þið með ykkur loka orð áður en ég fer inn í einhverja langa sponsora rumsu? Nei, ég held að það sé bara, sé vera nokkuð gott, sko. Erum við búin að fara inn á allt? Já, ég ætla að tala um sko sjálfsmynd gagvart þegar mann eru nakti, sko. Já, og einmitt kallmenn líka. Já, kallmenn líka, en maður er með hitt mjög marga sem hafa talað það, sko, bara sérstaklega við okkur, sko, því að við byrjuðum nú hérna fyrir svona 10 árum svolítið, það sleysaðist til í einhverju partí heima og fóru allir naktir í pottin, sko. Þar byrjaði þetta svolítið hjá okkur, sko. En mikið af vinum okkur hafa talað um þetta eftir þetta, hvað sjálfsmyndið hafa jógst mikið við þetta. Já. Og það var sem bara fallegt að heyra og gaman að segja frá, sko. Já. Þannig að ennumlega maður sér fólk bara, veist, öllum stærðum og gerðum og það er bara eitthvað fegur yfir því öllu saman. Já. Fólk með alla sína ólíku líkama. Og öllum sama. Og öllum með drull, sko. Já. Sami kærleikur til allra, sko. Já. Það er enginn settur í einhverja flokka sem hinn segir neða svona, sko. Herðu, æðislegt, það var frábært að fá okkur. Já, bara takk fyrir að taka með okkur. Núna þurfið þið að sitja hérna kjör og hlusta á mig hérna romsaðis út hér. Fólk var eitthvað að kvarta yfir því, manstu, við vorum að taka þetta í byrjun þáttarins. Já. Alright, herðu, það er okkar helsti og diggasti styrktaraðili til margra ára. Það eru Betri dagar, eða semst gott CBD, hemp living. Betri dagar selja vítamin og fæðubótarefni í hæsta gæðaflokki. Betri dagar er netverslun og hefðbundin verslun sem selur bætiefni og snyrtuvörur í hágæðum. Meðal annars Live Extension, það eru vítamin, nota aðeins bestu mögulegu innihaldsefni sem fengin eru víða úr heiminum og 99% af vörunum eru samt sem að framleitt í Bandaríkjunum. Gæðaeftirlit er í hæsta gæðaflokki og gagnsæi er eitthvað sem þú getur treyst á í þeim efnum. Auk vítamína selja Betri dagar einnig vönduðustu CBD vörur sem fáanlegar eru á Íslandi. Sjálfur hef ég nú í nokkur ár notað frá þeim 50% paste, þetta er nánast medical grade CBD paste frá Lefarma og ég notaði það saman með 20% olíu frá Leku, það eru þessar 2 uppáhaldstegundir. Þessar vörur eru án gríns, það vandaðasta sem ég hef komist í tæri við, hvað var að CBD, svefngæðin hafa aukist muna, bólgur í líkama eru horfnar og útrýmdi stoðkerfisverkjum fyrir vikið, húð og hár er eins og bara bestur á kosið og allt er betra og skilvirkara með heilnæmu CBD. Verslun er opinn frá 11-16 allaverka daga, staðsett í Urðarholtsstræti 24, en einnig er hægt að versla í netverslun og afsláttakóðin Þvottahúsið gefur ykkur 15% afslátt af þeim vörum sem ekki er á afslætti fyrir. Svo er það Andri Æsland, hann er stofnandi Andri Æsland, hann Andri. Þetta er umbreytandi velliðunar og heilsuþjálfunar stöð þar sem áherslan er lögð á að miðla ávinningi kuldameðferðar, öndunaræfinga, hugarorku og hreyfingar meðal annarra sannreyndra mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus á beinni kennslu frá heimsþekktum höfundum, þjálfurum og kennurum á sviði mind-body tækninnar hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækjast eftir umbreytandi þjálfunar upplifun sem á sér enga líka. Þetta er engin smá setning. Ég skrifaði þetta ekki, hann gerði það sjálfur. Þetta er einfallega eitthvað algjörlega einstakt sem fólk upplifir við það að dýpka skilning sinn og öndun ögra gömlum skoðanaminstrum. Þetta á nú eitthvað við hérna, með hvað við erum búin að vera að tala um í kvöld og fara semst ofan í ískalt vatn.
Þetta einföld leið til þess að endur uppgöta getu sína til þess að ná stjórn á sjálfvirkum streituviðbrögðum og læra að vera í lagi sama hvað. Þetta eins og að læra að finna innri kyrrð í auga stormsins. Búm. Síðast en ekki síst. Þá það hérna Farguan.is. Það einstakt fyrirbæri. Þetta hjólhýsi á 2 stöðum í borginni, það sem að hjólhýsum hefur verið breytt í viðarkynntar ofursánur. Inn á Farguan.is þetta að skrá sig og negla föst pláss í klukkutíma langa sánu sem stjórnað af gúsmeisturum. Ferlunni skipt upp í 3 lótur í góðum hita, raka, ilm og ljúri tónlist og milli lotna svo kæling, vagnandi standa við Atlantshafið og því tilvalið að kæla í sjónum. Hægt að kaupa staka tíma en einnig býður Farguan upp á klippikort sem ég mæli með að allir kaupi. Já, við hérna í Alkasti Þvottahússins mælum með að þið farið inn á heimasíðu Betri Daga, Andrea Iceland og Farguanar. Einnig viljum við minna fólk á að subscriba eða followa á streymisveitum eins og YouTube og Spotify og einnig má finna okkur á Facebook eða Instagram undir Þvottahúsið. Takk fyrir í kvöld. Takk að þér. Takk fyrir. Takk fyrir.